Ég heiti Haukur Már og höfundur bókarinnar Staðreyndirnar. Þetta skáldsaga mann sem var nýlega ungur stjórnmálamaður á uppleið, heitir Steinn. Sá frami hans fór út hrúfur eftir skandal í heilbrigðiskerfinu, en honum var þetta starfi sem skrifstofustjóra nýrrar stofnunar á staðreyndarsviði upplýsingastofu. Upplýsingastofu ætlað að berjast gegn upplýsingaóreiðu og helsta verkefni Steins uppbygging gagnagrunns yfir áreiðanlegar staðreyndir, eins konar staðreyndir með eins konar ríkisábyrgð, og það starf og það verkefni sækist ágætlega þar til upp úr kafinu koma gögn framferði íslenskra stjórnvalda í aðdraganda seinni heimsstyrjaldar og það reynist erfitt að hafa taumhald á staðreyndunum. Sumum kemur það kannski á óvart en öðrum ekki, vegna þess að það hefur ekki verið neitt leyndarmál út af fyrir sig, þó það sé ekki haft hátt það heldur að ungur maður sem gerður á lögreglustjóra í Reykjavík snemma í ársbyrjun 1940, hann var sumarið áður sendur í sitt eina lögreglunám til Danmerkur og til Þýskalands, og í Þýskalandi dvaldi hann sumarið 1939 og lærði lögreglustörf af gestabúa. Þetta staðurinn sem þvælist fyrir vélinni sem sett í þetta að flokka og tengja saman og raða saman og minnum frá heimildum ábyggilega staðreyndir, hvernig á að umgangast, þannig að hún þekki kannski ekki allar þær óskrifuðu reglur sem gilda í tilteknu samfélagi, og þessu hér, hvaða staðreyndir við höfum háttum og hvaða staðreyndir ekki. Forlagið.